Fyrsta skipti sem við hittumst var held ég bara í kjallaranum fræga í Laugardalnum. Já. Það var bara sessjón að klára B.O.B. held ég. Já. Mér finnst það að fyndi, ég og Kiddi alltaf verið í viðtölum þá bara já, það tók 15 mínútur að gera þetta lag, ekki mál. En raunin er, þeir tóku upp í 15 mínútur og við unnum lagið í svona mánuð. Ég gerir tónlist þá reyni ég bara að draga áhrif frá öllu, bara bókstaflega öllu sem heitir Timbaland, Pharrell. Þeir eru alltaf með svona 4-count start og ég er búinn að vera að reyna að koma því einhvern veginn inn aftur og eitthvað. Það er í átt tunglinu. Já, í átt tunglinu. Hvernig finnst ykkur soundið hjá ykkur sjálfum að þróast? Maður er bara farin að geta mixa betur. Það er rosalega margt sem kemur með því sko, er að maður getur gert svona þykkari sound og eitthvað. Maður þannig að þóra að gera meira sem hann bara dettur í hug í staðan fyrir að hlusta á önnur lög og segja bara já, svona á maður að gera þetta. Skrítin plata á sinn hátt. Eins og í átt á tunglinu, þetta er ekkert hefðbundin beat. Þegar maður er búinn að vera að gera þetta í einhvern tíma, þá getur maður svona meira, þú veist, maður hefur verið meiri völd á öllu. Þá kannski er auðveldara að heyra fyrir sér einhvern veginn, já, ég vil að þetta sound svona og þá getur maður gert það, fattar við, bara nákvæmlega eins og maður vill. Það er rosalega hvetjandi, sko. Ég held að ég og Starri getum báðir sagt að, þú veist, ég meina við erum búin að vera í tónlist mjög lengi og við erum líka brent okkur á endalaust af atriðum. Eða til dæmis þegar ég var að byrja þá gerði ég eitthvað lag í herbergi mínu og mér fannst það hljóma geðveikt og svo spilum við það kerfi og allt hljómaði hræðilegt. Það var endalaust og svona mistökum sem leiða mann bara það sem við erum núna og hvernig þetta soundar núna. Byrjaði bara á gítarinu. Það er eiginlega bara mjög svipað hjá mér og Þormóði, sko. Ég æfði á klassískan gítar í 7 ár. Það var svona byrjunin á tónlist bara hjá mér. Og byrjaði að gera house í góðan tíma. Síðan kom ég mér inn í, þú veist, house tónlist í grunnskóla. Þú veist að þið sem líka báðir gítar, sko. Það hlýtur að hjálpa ykkur að hafa það einhvern veginn. Algjörlega, sko. Það er sérstaklega bara tónfræðin. Það er svo gott að vita svona sirka hvað þú ert að gera. Og til dæmis bara að þú ert að fara að stilla autotune, skilur, þá þarftu að skilja hvað er í gangi þar, skilur. Og pælir ekki í því að þú veist, það er að þú segja, já, settu bara autotune, settu bara það á og það ertu bara góð. Já, bara nei, alls ekki, sko. Ég hef heyrt svo mörg lög það sem bara heyrist alveg einhver bara hendi, þú veist, kromatískum skala og var ekkert að pæla í það. Það fer alltaf svona pínu og svona hrollur eitthvað. Það er kannski hjálpulegast að sýna demói sem að Jói sendi okkur. Það er eitthvað sem hann kláraði alveg bara sjálfur heima. Já, það er bara Jói, sko. Þannig að Jói er líka prodúserinn, sko. Við ætluðum upphaflega bara að spila gítarinn aftur, held ég. Já, ég hef mynd komment á Jóa, sko, að mér finnst þetta alveg töff, en þetta var svo líkt en að taktlaus, einhvern veginn. Og ég breytti Þetta er samt í rauninni hans ennþá sama hljómagangur. Það sem kemur hérna inn í byrjunni er bara fyrsti hluturinn sem er ekki gítarinn hans Þormóðs. Bara bassi, basically til að þykkja. Mjög svona eerie hljóð. Og já, síðan bara í gegnum lagið er bara akkurat gítarinn hans Þormóðs við svona arrangeum því þannig að það væri alltaf eitthvað að breyta smá, sko. Já, ég tók eitthvað x-langt improv bara. Sem þið bara klipptu niður og notuðu eins og þið vildu. Já, hann. Og síðan var þetta aðalmálið var bara að hafa ekki of mikið í gangi einu, sko. Sko, það sem kom held í næst var bara basic trommunar. Bara þetta, og síðan kickið með. Og síðan bættum við held ég þessum bongotrommin inn. Ég vildi að þetta akkurat organic element fengi aðeins svona skín og maður heyri það svona.
808-in í rauninni eina productioni sem ég gerði í þessu lagi, sko. Bara, þú veist, spilaði nótunar. Patternið, já. En hvernig gerur það? Bara í þessu tilfelli bara teiknaði inn, sko. Í byrjuninni þá þetta bara kvettast af. En í síðasta viðlaginu þá bara fara að halda, sko. Já. Það eitt af svona uppáhaldspartinu mínu við þetta, það svo nice, það svo sweet þegar það kickar inn í endan. Það bara svona fylgir alveg í gegn. Restin bara eitthvað svona MIDI hljóðfæri sem ég forritaði inn. Það þetta hérna. Ég teiknaði þetta bara inn, sko. Af hverju gerið þið það? Að þið hafið báðir talað það, teikna inn nótunar? Ég ekki góður á píanó. En ég líka bara vanur í að vera alltaf bara með tölvuna og þú veist, kannski spila eitthvað, þú veist, á lyklaborðið. Síðan þegar kemur eitthvað næst þá bara, heyrðu, ok, ég ætla að taka þetta og hreinsa aðeins upp og vinna með þessa hugmynd áfram. Svo oft bara ef maður með laglínu í hausnum þá er svo einfalt bara að setjast niður og bara skrifa hún inn, sko. Í staðan fyrir að vera eitthvað að læra að spila hana. Maður hugsa þess einhvern veginn að það sé svona eins ómúsikalst og það getur verið, sko. En ég meina þetta ekkert minna músikalst en að skrifa nótur, sko. Já, pælir í þá var Mozart alveg mikill MIDI-gæði. Já, hann er bara MIDI-gæði. En ok, síðan bara næsta element. Þetta hérna. Mér finnst þetta alltaf töff. Og með öllu þá heyrir ekki mikið í honum, fattari. En hann svona pínu bara svona þekja? Já, eiginlega, og þetta líka bara eitthvað svona sem að leiðir alltaf inn í næstu nótu, fattari, og keyrir aðeins áfram. Og síðan held ég bara síðasta, það þetta hérna. Eins og þetta ekkert liggur í augum uppi að bæta við, fattari. Mér langar í eitthvað ógeðslega ambient, af því að þetta allt svona, þú veist, það svona nice texture í gítarnum og svona organic og eitthvað. Og mér langar í eitthvað svona ambient sem svona frekar hátt, sem maður svona heyrir tóninn vel í. Og sem svona, þú veist, svona gæsahúðarhljóð, fattari, eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað ég var að lýsa því. Þú hristist alltaf samt þegar þú sagðir þetta. Já, ég er svo spenntur. Núna heyrir bara þetta, fattari. Já. Núna þetta alveg Það gerir mjög mikið. Já, þetta gerir þetta bara meira epic, fattari. Og líka bara, þú veist, þetta kemur ekki inn nema bara í versinni á Kidda. Mér fannst þetta ýta svo mikið undir tilfinningarna sem hann er að tjá svolítið í textanum og þú veist, þá kemur þetta hljóð inn og svolítið svona leggur áherslu, sko. Vertu glaður, vertu að brosa, spyr ekki margar spurninga en af hverju er ég svona? Og ef ég er að bregðast, þið gefðu mér bara tíma. Því trúðu mér sko, ég er að bregða sjálfum mér líka, pæla ekki neinu lengur. Falska vonir, falska þrár, við geta hreyfst í allar áttir eins og drottningi skák. Hausinn enn á flugi, já ég ætti ekki að ferðast, er möguleiki pásu ef ég læt mig bara hverfa. Nú ég stari fram og finnst ég glifir upp eins og við dansa var svo djöfull sem stýrir minni